Hvalaskoðunarfyrirtæki Norðursigling á Húsavík handhafi umhverfisverðlauna Ferðamálastofu 2015. Ragnheiður Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, afhenti verðlaunin á ferðamálaþingi sem haldið var í Hofi á Akureyri. Umhverfisverðlaunin hafa verið veitt árlega frá árinu 1995 og þetta því 21. árið í röð sem verðlaunin eru veitt. Þessi umhverfisverðlaun, hvað þýða þau í raun og veru fyrir Norðursiglingu? Þau hafa gríðarlega mikla þýðingu. Fyrirtækið er rúmlega 20 ára gamalt eða tæplega en byrjuði með lítinn eikabát sem var nefndur hér til sögunar í kynningu ráðherra. Þeir eru orðnir 8 í dag, allt úr eik, og rauði þráðurinn í félaginu er þessi umhverfisvitund að maður og náttúra geti farið saman. Þetta er ekki fyrsta sinn sem að þið fáið þessi verðlaun? Nei, fenguð þau 1996 þegar þetta fyrsta skip var Knörrinn var komin á stað. Norðursigling er með markvissa stefnu í umhverfismálum. Ég lýstu henni fyrir mér. Já, það er eins og ég sagði áðan, þetta er mjög einfalt. Menn eru að fullnægja þörfum bæði umhverfisins og ekki síður þeirra gesta sem til okkar sækja. Vitundin út í heimi er mikil og við reynum að fullnægja henni og hins vegar að ganga vel okkar náttúru. Þannig að við getum viðhaldið okkar rekstri með eðlilegum hætti. Farþegar sem að fara með ykkur í hvalaskoðun, tala þeir mikið nauðsyn þess að vera með umhverfisstefnu og svo framvegis? Já, við finnum alveg áberandi fyrir því. Það er ekki nokkuð spurning. Hvernig kemur það fram? Já, til að mynda erum við núna með eitt verkefni sem heitir Opal, R6-skúta. Og er carbon-free með rafmagnsbúnaði og það vekur gríðarlega mikla eftirtekt, ekki síður hjá þeim sem að fara í hvalaskoðun, heldur en öðrum sem eru bara að fylgjast með umhverfismálum almennt. Þetta er skúta sem þið fenguð núna á þessu árið, ekki? Jú, hún var allan síðasta vetur í yfirhalningu þar sem var verið að skipta búnaði í henni og jómfrúarferðin var 9 vikna sigling til Grænlands. Þannig að hún er núna komin yfir til stoppaði stutt við á bakaleiðinni á Húsavík og er komin yfir til Skandinavíu og búin að þræða Skerjagarðinn frá Oslo og í Gautaborg og er væntanlega á leiðinni yfir til Kaupmannahafnar. En þetta er sem sé skúta sem að gengur bara fyrir rafmagni að hluta til? Já, þetta er sérstakur búnaður þar sem að annars vegar er bara aðalvél og ljósavélar skipsins sem að geta knúið hann áfram, en hins vegar er síðan rafbúnaður og skrúa, sérbúnaður, þetta er kannski tæknilega flókið mál, í samspili við segl sem geta drifið hana áfram og hlaðið jafnframt inn á rafhlöðurnar. En til viðbótar er möguleiki að vera með landtengingu þannig að þessi búnaður eins og hann lítur út í dag gæti hentað ferjum og seglskútum og eins líka hvalaskoðunarbátum sem í stuttum siglingum með landleiðslu. Hvaða viðbúnað hafið þið nú þegar fengið við þessari skútu og þessum búnaði? Gríðarlega miklar og það var ein af forsendum þess að við fórum í samstarfi við okkar samstarfsaðila, koma margir af þessu verkefni, allt frá skrúframleiðanda og í þann sem framleiðir rafhlöðurnar og fjöldinn allur af aðilum, bæði hér á landi í Skandinavíu og í Evrópu sem að standa þessu verkefni og við erum með bátinn núna, eða skútuna í siglingu núna Skandinavíu, þar sem eru sýningar og var nú 2 daga ráðstefna núna í fyrri mánuðinum í Gautaborg og ætlum að staldra við í Kaupmannahöfn og sýna þar. En viðbrögðin eru mjög mikil frá mjög mörgum aðilum. Þetta er eins og segir flókið, það er ekki bara að dundra batteríunum borð og sigla svo? Nei, þetta er margslunginn búnaður, tæknilega ekkert óþekktur, en kerfin sem að síðan samhæfa, það er að segja hámarks nýtni út úr öllum þessum þáttum, það í sjálfu sér bara tölvubúnaður og þar liggur mikil þróun og mikil þekking og þetta snýst það að fullnýta alla þætti. En hvað með framtíðina? Sérðu fyrir þér að það verði fleiri skip sem að verða svona búin eða ætli að fara meira út í að nýta vindinn og svo framvegis? Við erum með þetta verkefni, þetta er svona pilotverkefni, búið að vera kostnaðarsamt og nú leggjumst við yfir mælingar og reynum að finna út úr því hvað þetta getur gefið. En vitum það í dag að skip með þessum búnaði, þar sem tekin landleiðsla,
sem dugar þá yfir notkun yfir daginn, hvort sem það eru hvalaskoðunarfyrirtæki, ferjur, minni seglskútur geta tekið þennan búnað eins og hann í dag og smellt honum í og hlaðið að næturlagi og keyrt yfir daginn á rafmagni. En hvað segja hvalirnir við þessu? Okkar vinir til 20 ára, við höfum verið á flóanum í 20 ár og siglt meðal þeirra, margar ferðir á dag, marga mánuði á ári í 20 ár. Þeir eru alltaf vingjarnlegir, hoppa og stökkva og velta sér og vinga. Við fáum ekki betur séð en þeir séu mjög hamingjusamir, enda er Norðursigling búin að flytja tæplega 1 milljón farþega á þessum 20 árum.